þetta væri eins og ef að ég hefði þegar ég var ungur reiður úlingur hefði valið með þann málstað að því að einhverjir vildi ekki veita samkynhneigðum réttindi þá myndi ég temja mér málfar sem væri heyrðu þeir bara ábyrgð eins og einn guðfæður minn sem var hommi sem George, hann hengdi sig og bara fram til sjálfsvíg og fyrir auðvitað það eitthvað persónulegt tráma sem hann að gangi í gegnum, þannig skil ég það sem manneskja en þetta var eins og ég myndi segja, heyrðu hann Gunnar í krossinu með eitthvað sko, eða löggjafinn eða eitthvað, drapan af því að hann þetta er náttúrulega bara svo mikið steypa sko, og það er það sem það er rammað inn að frekar öfgafullan hátt af því að þessi Charlie Kirk virtist hafa mjög svona sterk kristin gildi þá ber hann ábyrgð á því að einhver sé að upplifa vanlíðan í samfélaginu. Og skoðanir á orðsjö ofbeldi. Orðsjö ofbeldi, sko, og fólk fer alveg með þetta svo rosalega langt að því að hann er að drepa transbörn eða eitthvað, sko, þá verði ég að drepa hann. Og þú þarft náttúrulega að vera verulega klikkaður, sko. En það er samt í umræðinu, það er alveg satt að það er svona umræða sem er alveg rosalega öfgafull, sem að var ekki eins, þetta var að því maður upplifði þetta sko í gegnum umræðu áður svona málefni sem eru svona funheit sko og fólk er heitt og þú sérð mig ekki, fólk að upplifa sig, þú sérð mig ekki, þú veist ekki hvað ég er í gangi í gegnum og eitthvað svona, þú veist ekki ég á einna barn sem að vil transitiona eða eitthvað, en það er ekki þannig og það er líka þannig, ég held að líka að sé að fólk vilji að lífið sé þægilegt og fólk vill að bara ég er að gangi um þessi erfiðleika það verður bara að laga það og ég þarf að fá safe space fyrir og ég þarf að fá safe space og alls konar ég var með stómapoka sem barn og það var erfitt ég upplifði ekki barnæskuna þegar ég var að skríða og þegar ég læra að labba og datt og leika mér sandkassa og þetta sprungið og allur út í skít með hinum krökkunum okkar lífið er stundum bara sum okkar lendum í því að verkefnin sem eru lögð fyrir okkur eru bara erfið og samfélagið eða foreldrar okkar eða nærsamfélagið hvað sem kann ekki að takast á við það og við viljum í dag að þetta sé bara nei ég vil þægilega vinnutíma ég vil þetta svona, ég vil þetta lalala en svo það bara lífið ógeðslega erfitt það verður ekki að taka sumt af einhverjum í samfélaginu hvað erfitt konur þurfa enda á að ganga með börnin og fæða þau og þetta verður alveg drullu töff en það eitthvað núna sem bara heyrðu, það verður að laga þetta bara núna og ef þú gerir það ekki þá ertu bara að drepa mig þú ert að drepa mig það eitthvað svona við þetta sem eitthvað svona bara veist, í staðin fyrir bara já þetta verður sársökafullt og í sársökanum eins og með mig sem dæmi sem ég var ekki að upplifa það að ég var fastur í vitlausum líkama eða eitthvað, ég var að upplifa bara þetta líkamleg óþægindi það bara ekki hægt að vaksa og þroskast öðruvísi sem þetta sé erfitt þannig að stundum það líka að heyra það er að sjá hina líka sem eru kannski ósammála einhverjum sko, eða er að gangi í gegnum þetta og sjá það en kannski getur ekkert gert í því kannski það bara, ég sé þig og heyri í þér þetta er erfitt en þetta er það sem að, þú veist getur orðið auðvelt að fólk trúa aðeins á Guð og sagt bara svona, já, þetta er það sem Guð lagði fyrir þig